Það stór hluti af samfélaginu, fólk eins og ég, sem algjörlega non grata í þessu samfélagi, bara í einhverju leiguhúsnæði, rándýri leigu eins og við hjónið, við leigjum fyrir 260.000 kall á mánuði. Ég hef verið á stúdentagarðunum síðustu 2 ár og ég veit bara ekkert hvað ég á að gera eða hvert ég á að fara. Og við erum bara heppin að við erum ekki alveg í lægstu launum. Guð hjálpi þér ef maður væri ekki með þessa menntun, maður væri á gólfinu með þessu fólki sem ég allir að vinna með, sem með kannski 250 krónur í ráðstöfunarlaun á mánuði. Ég veit ekki hvað maður væri. Ég hef ekki þorað að reyna að fara á leigumarkað. Ég bara þori ekki í hinn almenna leigumarkað. Ég hef aðeins verið að skoða svona auglýsingar. Ég búin að fara daglega frá Njarðvík til Reykjavík að skoða á fram og tilbaka og ég fann íbúð í 101 einhvern tíma. Og maður náttúrulega veit hvernig ástandi en ég bara hef engan veginn efnaði að vera að leigja á almennum leigumarkaði. Af því það oft þá þarf maður að greiða eitthvað fyrirfram. Það var einn maður sem átti þetta íbúð í 101 og hann var bara, ég verði að fá 600.000 fyrirfram og fyrsta mánuði leigu og ég var bara, vá. Þú ert að taka yfirdráttarlán eða lán sem að liggja á bók. Þú ert að borga vexti af þeim lánum sem að leggjast ofan á himinháa leigu. Þannig að þetta ekki á færi verkafólks, fátæksfólks. Það var svekkjandi að þú eru að borga kannski svona mikla peningi í leigu. Og þetta nógu peningur til þess að ég geti keypt mér íbúð. Og þetta samt 2 herbergi íbúð. Ég á barn og dóttir minn ekki einu sinni með herbergi. Það var ekkert annað í boði.